Já, við skulum aðeins fara yfir það sem við erum búin að vera að gera. Hér er ásinn, peran getur skóðan úr og hér eru tvær rafhlöður og pera. Við skulum að teikna hérna einlínu myndina upp á töflu af þessari rás. Rafhlöður teiknum við svona lengra strik og minna og lengra strik og minna. Hér er plúsinn og hér er plúsinn. Hvor þeirra sig var 1,6 volt og þetta voru nýjar rafhlöður, 1,6 volt og það eru það sem sagt, hér er pinnin upp að plús, þessi svona og þessi svona. Það eru svona. Þetta eru sitthvor rafhlöðan og samtals er þetta 3,2 volt sem við fengum hana yfir. Þannig að hér er spennan 3,2 volt og hérna yfir báðar rafhlöðurnar 3,2 volt. Og hérna vorum við með sem sagt, ef að segja skrúu og einhver tengivír og hér vorum við peruna, peran er frá X og svona og svona. Þetta hérna er pera. Pera. Og svo logar þessi pera. Síðan sem sagt mældu við hérna, sem bara sé rofi hérna. Hérna séu að þið tókum vírinu sundur, nú er rásinn opinn, ekkert ljós og þá mældu við hér svona 3,2 volt. Síðan lokum við rófanum og þá kom ljós og þá fór spennan í 3,0 volt og lækkaði 200 millivolt við það að setja álag á batteríi. Síðan tókum við rásinn sundur hérna og hér er fjölstismælirinn svona og hér er common og hér er voltinn og hér er 10 ampere og milliampere og þá tengdum við annan vírinn, það er að segja, við fórum við 10 amperina því að þá lótaði mælirinn minna og common hér, svona. Og hérna var displayið og snerum við skífunni hérna á ampere. Og hérna lásum við 0,324 ampere. Þetta eru 324 milliampere. Þetta teiknum við oft bara þannig að við setjum bara A hérna í miðjuna, það er að segja rásinn er bara svona og hér setjum við bara ampimæli eða straummæli bara svona, teikna svona. Amperinn hérna eru 324 milliampere eða 0,324 ampere. Og hérna eru spennurnar. Og við erum bara að mæla peruna, við ómældum peruna. Peran er svona. Einhvern veginn, svona, og hér er glóðþráðurinn og hann fer, sjáu þið, hann fer sem sagt, annars vegar fer hér í hliðin á perunni, svona, og hins vegar í botnin á henni. Þetta eru skautinn og við ómældum hérna á milli, við ómæli, þá vorum við fjölstismælinn svona og þá settum við vírina hérna í common hér og hérna í þetta tengi sem eru volt og ohm og hertz og mældum hérna og stiltum hennar gæja hérna á ohm. Mælihamurinn er ohm hérna og þá mældum við hérna 0,9 ohm. Það skrifar svona 0,9 ohm. Þessi stafur hérna er ohm. Jafnt og 0,9. Maðurinn heitir ohm sem að þetta er kennt við svona. Og nú ætlum við að reikna út af því að nú kunnið þið ómslagmálið, það er þýtingurinn er og sinnum R, svona, en þið kunnið þetta þá komist þið mjög langt. Það er að segja er spenna, þetta er volt, er straumur, þetta er ampere og R er ohm. Og við setjum bara hendina yfir þann stað sem við ætlum að finna. Nú ætlum við að finna R-ið, þetta er hendin yfir R og deilið þið straum upp í spennu, þá fáið þið viðnámið. Viðnámið í perunni þegar hún hitnar, þegar glóðþráðurinn hitnar, þá eykst viðnámið í henni. Rafleitan það er fara á flegi ferð að reykjast hver á aðra og peran frá glóa kemur ljós frá henni og þá eykst viðnámið í henni. Þannig að straumur í pera, það er að segja pera logar er þá jafnt og bara deilt með og þurfum að hafa þetta í voltum og þetta í amperum. Og það er þá bara 3,0 volt sem við mældum hérna á sinni þegar peran logaði, 3,0 volt og deilt með þá
í amperum hérna 0,324, það er að segja 0,324 amper og þá mótur þessu einhverja tölu. Þú sjá þetta er svona kringum 9, ef þetta verður 3,0 þá verður þetta 10. Þannig að þetta er þá 3,0 deilt með 0,324, 9,25. 9,25 ohm er í perunni þegar hún er heit og svo ætlum við að finna hve mikið afl eyðist í perunni og það er það annar þríhyrningur. Það er þá aflþríhyrningurinn og við skrifum bara svona vött hérna uppi og yðsinnum U. Þetta sem sagt, vöttin eru afl og það er líka gefið upp sín P í formúlu power. Þetta er sem sagt, hérna eru vött og til að finna afl eða vött, hendinni við vött, til margar það sem er straum yfir peruna, í gegnum peruna, sem er spennan yfir peruna. Og það er þá hérna að segja vött sem eyðast í peru. Hluti af þessu afli fyrir að vera ljós og hluti fyrir að vera hiti. Við vitum ekki í hvaða hlutföllum, við vitum bara að afli sem eyðist í perunni er jafnt og spennan yfir peruna, með straumurinn í gegnum peruna. Og það var þá 3,0 volt. Sinnustraumurinn 0,324 amper og út úr þess að fá eitthvað afl sem eyðist í perunni. 3,0 sinnum 0,324, 0,97 watt. 0,97 watt, næstum því 1 watt sem að þessi pera eyðir í rafmagni. Ég myndi að halda svona 5% eða 10 færi í ljós, öll hin orkan færi í hita. Þetta er mjög ópraktísk rás til að lýsa þessar þetta er kallað glóperur, af því að þráðurinn glóir inn í þeim. Þetta er alveg galið til að, eins og allir Evrópu, kynda kol og gas til að búa til rafmagn og hleypa á svona peru, þar sem að megnið orkunni verður svona hita, en meðan ljósdíðan verður miklu, þá fer megin hlutin í ljós og bara smávegis í hita. En ok, já. Þannig að þetta hérna er einlínumynd af rásinni. 2 rafhlöður raðtengdar fara í gegnum, voru með straumvælinn hérna og gegnum peruna og hún logar og þetta þurfum við eiginlega að stilja og þessar þrýtingar þurfum við að kunna. Þetta er ósvömmálið, notið þetta hverjum degi og þennan móti líka þegar þið eru með, til dæmis segjum að farið í IKEA, kaupið ykkur eldavélahellu, hún er 5000 watt og þið þurfa að vita hve mörg ampere eru það. Já, hendur yfir í, hérna, það er bara vött deilt með það er að segja straumur er jafnt á aflið, deilt með spennunni og það er þá 5000 watt sem eldavélahellan í IKEA er og 220 volt eru hjá okkur í tengninum út af þess að fá ykkur á tölu og það eru amperin sem fara í gegnum þessa hellu 22,7 amper 22,7 amper ef við kveikjum öll eldavélaborunum í einu þá þurfum við að hafa lögn eða leiðara og öryggi sem að þola þennan straum. Þannig að þið notið þennan þrýting gríðarlega mikið þegar þið eruð með eitthvað tæki, vitið hvað er mörg watt, það getur fundið út strauminn upp á hvort að öryggið slá út og hvort að lögnin sé þolið þetta tæki sem við erum að fara að vinna með. Heyrðu, þetta er svona það sem ég geti sagt það með þessa snilda rás hérna, sjáu þið. Þetta er flott. Takk fyrir.